Komiði sæl, ég heiti Unnur Guðný María Gunnarsdóttir og kem frá kaþólsku kirkjunni á Íslandi. Fyrsti dagur, að læra að gera það sem rétt er. Fyrst eru það ritningalestrar. Ég byrja að lesa úr spádómsbók Jesaja. Þegar þér komið til að líta augliti mitt, hver hefur þá beðið yður að traðka forgarða mína? Færi mér ekki framar fánýtar kornfórnir, reykjelsi er mér viðurstyggð. Tunglkomudagar, hvíldardagar og hátíðarsamkomur, ég þoli ekki að saman fari ranglæti og hátíðarglaumur. Ég hata tunglkomudaga yðar og hátíðir, þær eru mér byrði, ég orðinn þreyttur á að bera þær. Þegar þið lyftið höndum yðar í átt til mín, loka ég augunum og þótt þér biðið margra bæna, heyri ég ekki. Hendur yðar eru ataðar blóði. Þvoið yður, hreinsið yður, fjarlægið illvirki yðar frá augum mínum. Hættið að gera illt, lærið að gera gott, leitið réttarins, hjálpið hinum kúaða. Rekið réttar munaðarleysingjans, verjið mál ekkjunar. Komið, vér skulum eigast lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ég heiti Einar Gröndal og kem frá kaþólsku kirkjunni. Ég les úr Lúkasarguðspjalli. Lögvitringur nokkur stéð fram, vildi freista Jesú og mælti. Meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesú sagði við hann, hvað er ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Hann svaraði, elska skaltu drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, af allri sálu þinni, öllum mætti þínum og af öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfan þig. Jesús sagði við hann, þú svaraði rétt, ger þú þetta og þú munt lifa. En lögvitringurinn vildi réttlæta sjálfan sig og sagði við Jesú, hver er það náungi minn? Því svaraði Jesús svo, maður nokkur fór frá Jerúsalem ofan til Jerikó og féll í hendur ræningjum. Þeir flettu hann klæðum og börðu hann, hurfu brott síðan og létu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá manninn en sveigði framhjá. Eins kom og Levítið þar að, sá hann og sveigði framhjá. En samverji nokkur var á ferð, kom að honum og hann sá hann, kenndi hann í brjósti hann, gekk til hans, batt sár hans og hellti í þau viðsmjöri og víni. Og hann setti hann á sinn eigin eik, flutti hann til gistihús og lét sér annt hann. Daginn eftir tók hann upp 2 denara, fékk gestgjafanum og mælti. Lát þér annt hann og það sem þú kostar meira til, skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessara 3 sýnist þér hafa reynst náungi þeim manni sem féll í hendur ræningjanum? Íhugun. Samkvæmt Jesaja vill Guð að Júda iðki ekki aðeins réttlæti, heldur aðhyllist meginregluna að gera alltaf það sem rétt er. Guð vill að við sjáum ekki aðeins munaðarlaus börn og ekkjur, heldur gerum það sem rétt er og gott fyrir þau og alla sem eru jaðarsettir af samfélaginu. Hebreska orðið fyrir gott er javtab, það þýðir að vera glaður, kátur og viðfelldinn, að gera vel, að búa til eitthvað fallegt. Að vera kristinn þýðir að vera lærisveinn. Allir kristnir menn sitja undir orði Guðs og læra saman hvað það er að gera gott og hver það er sem þarf á þessari samstöðu að halda. Eftir því sem samfélagið verður áhugalausara þarfir annarra, verður við sem börn Guðs að læra að taka upp málstað kúgaðra bræðra og systra með því að segja yfirvöldum sannleikann
og ef nauðsyn krefur flytja mál þeirra svo að þeir geti lifað í friði með réttlæti. Ef við gerum þetta munum við alltaf gera það sem rétt er. Skuldbinding okkar til að uppræta og læknast af synd, kynþáttafordóma krefst þess að við séum viðbúin og fús til að vera í sambandi við kristnar systur okkar og bræður. Kristileg eining. Lögvitringur spurði Jesú, hver er þá náungi minn? Jesús svarar og biður okkur að líta fram hjá skiptingu trúarbragða, ættbálka og þjóðernis til að við sjáum neyð náunga okkar. Kristnir menn verða sömuleiðis að sjá út fyrir þessi gjá og sundrungu innan hinnar kristnu fjölskyldu til að sjá, viðurkenna og elska bræður okkar og systur í Kristi. Áskorun. Hverjir eru jaðarsettir eða kúaðir í þínu samfélagi? Hvernig gætu kirkjurnar gengið saman með þessum bræðrum okkar og systrum, brugðist við þörfum þeirra og talað fyrir þeirra hönd? Bæn. Drottinn, þú kallaðir fólk þitt úr þrældómi til frelsis. Gefðu okkur styrk og hugrekki til að leita þeirra sem þarfnast réttlætis. Leyfðu okkur að sjá þessa þörf og veita hjálp og safna okkur fyrir heilagan anda þinn saman í eina hjörð Jesú Krists, hirðis okkar. Amen.